tímabilstöðlungur sem að svona rúmast í kringum Flugmiðabrennuna eins og auðvitað verið. Nú, ég ætlaði kannski að hafa svona svolítinn inngang og aðeins að segja frá aðdragandanum. Ég hef nú svolítið velt fyrir mér leiðinni hérna sem að þeir fóru að brennunni á sínum tíma og það var nú svona kannski beygð á því að skjóta því að flugmiðabrennan var 22. október þannig að við erum hjá svipnum tíma eins og árstíma eins og brennan var 1253 en tímabilið fyrir þetta tímabil heyriði til mín. Já. Að það var náttúrulega nokkuð friðar tími, það tími sem að Góður Kakali heyri hérna á Íslandi fyrir 1250 og færðist nú mikið ró yfir samfélagið á þessum tíma en tók sér svo upp aftur eftir 1252. 1252 þá koma þeir hér til landsins Gissur Þorvaldsson og Þorgils Garði og Finnbjörn Helgason sendir af Hákoni konungi Vernavegu í þeim tilgangi að gera Ísland að skattlandi og það má segja það að eftir þann tíma þá fer að skyggja svolítið á friðarstundirnar hérna á Íslandi og í raun og veru var suðurpunkturinn eins og áður hér í Skagafirði. Nú, Gissur taldi sig hafa náð góðum árangri í sættum við Sturlungana með því að lofa eða gifta son sinn dóttur Sturlu og þeir ákveða að halda þetta brúðkaup veturnætur þarna 1253 og það sem ég finnst að svona svolítið furðulegt hvað Gissur var eiginlega glámskyggn á þetta friðarsamkomulag sem hann taldi sig vera að ná við Sturlungana. Það er aðeins Sturla Þórðarson og svo Rafn Oddsson sem að hann reiknar með að tekur sem sína friðarviðsemjendur. Og annað sem að hann gerir mjög furðulega eftir að hann kemur hér í Flugumýri, hann kemur hérna í Flugumýri 1253, kaupir Flugumýri af Henningi biskup á Hólum. Helga, kona Kolbeins unga, hafði mitt gefið eða afhent biskupsstólum Flugumýri til sáluhjálpar Kolbein unga sem að sennilega hefur ekki veitt af. En hann rekur burtu, þá hafði Þórður Kakali sett Eyjólf Þorsteinsson þá fram í Vatnsdal, sett hann yfir Skagafjörðinn aðsettur í Geldingaholti og það var Þuríður, dóttir Sturlu Sighvatssonar, kona hans. Og það má ætla það að eitthvað hefði hann nú þurft að gera annað í þeim málum heldur en að reka þau héraði ásamt móðir Þuríðar og hennar manni, hjónunum Ólfsstöðum, Vigdísi og Ófeigi. Og hann rekur þau náðu í Möðruvöll í Hörgárdal og það má segja að það verði til kyndillinn sem að brenndi Flugumýri. Þegar að Eyjólfur spyr tengdamóður sína að því hvers vegna Gissur hafi ekki viljað búsetu þeirra í Skagafirði, gömlu hjónanna. Og þá bregst kona hans við
Þuríður og segja að það var af því að hann vissi það að hvaða hollkelling sem hefur líka eftir að hefna föður mín sem þú Eyjólfur. Og það er sagt að Eyjólfur hafi brugðið mjög við þetta, en við þessa fríun var henni ekki undan vikist hjá Eyjólfi að hefna tengdaföður síns, Sturlu. Og það má segja að þarna sé henni vendipunktur nokkur sem er aðdragandinn að flugmýrabænum. Svo gerist það að þarna 1253 þeir leggja á stað snemma morguns þarna 22. október á Möðruvöllum og ríða fram Öxnadal. Það er nokkuð ljóst að þeir hafa verið nokkuð vel hestaðir. Þeir fóru þetta í einum áfanga mjög geyst og það er sagt að í Faranesi í Öxnadal þá hafi verið það vaskur maður sem að frændi Gissurar, sonur Guðmundar dýra á Bakka. Þeir voru þremenningar, Gissur og þessi maður sem að er sagt að hafi hlaupið yfir á Hörgárdalsheiði og ætlað að hlaupa í Flugumýri, sem hefur nú verið dálítið mikið kraftaverk ef það er tekist, en þegar þeir koma í Fremjukotun eða Höggustöðum sem er gert nú þá stoppaði það og hafa sjálfsagt heimtað það einhverja veitingar, gerir ráð fyrir. Menn voru nú ekkert að spyrja því hvort að það var ekkert að gera til þeim að í boði slíkt og það er sagt að þeir hafi skilið eftir menn til þess að gæta þess að það bærist ekki njósnaðan. En þetta leyti þá verður þessi laupamaður þess var að þeir eru komnir þarna og hann sér það að hann á ekki möguleik á því að komast á undan þeim í Flugumýri, þannig að hann snýr við, þannig að það bárust engan njósnir. Það er sagt að þeir hafi stoppað niður á Skeljungshöfða. Það hefur nú aflaust verið það einhver bæir, það er nú gamalt fólkbýlið þar, þannig að það er nú aflaust verið einhver byggð þar, en það er sagt að þeir hafi stoppað það og eflaust kannski fengið sér það veitingar, kannski haft náð sér í hesta og Silvarstöðum. Það var nú mikil hrossarækt sem Geir auka á Silvarstöðum á þessum tíma, þannig að menn sóttu stundum í það þegar þeir áttu dalinn að stela honum hrossum. En það er sagt að þeir hafi riðið hratt niður héraðið og sem að bendir til þess að þeir hafi verið vel hestaðir, því þetta er náttúrulega nokkuð löng leið frá Möðruvöllum í Hörgárdal og ég vestur í Skagafjörð. Og það er sagt líka að þeir hafi farið yfir Djúpadalsá ofarlega, sem að þýðir það var hér, í mínu fyrsta minni, þá var hér gömul þjóðleið hérna einmitt yfir Þorleifsstaðaás og hérna fyrir sunnan og upp á Djúpadalstúnið, og það er líklegt að þeir hafi hérna að sú leið hafi verið farin frá Aldaölli og þetta hafi verið leiðin sem þeir fóru síðan rétt fyrir neðan bæjarhólinn í Djúpadal og hérna út fyrir ofan og framan í Bygghólum sem við sjáum hérna á hlaðinu hérna fyrir norðan. Og það er sagt að það farið framan í Bygghólum og komið ofan að Flugumýri og stoppað það við rétt sem að það stóð. Sú rétt fyrir allnokkuð við Horfinn, en ég man hins vegar vel eftir henni og það er líklegt að sú rétt hafi staðið á þessum sama stað alla þennan tíma alveg fram á nokkuð langt fram á 20. öldina. En þetta er svona nokkurn veginn, víst að þetta er svo leið sem var farið og þar hitta þeir, það verður þeirra varir vaktmenn, Beinir og Mörður og annar þeirra hleypa út í Þverá, en hinn fer inn til að vekja mannskapinn. Ég ætla ekki að fara lengra inn í söguna. Ég ætla hérna
að kasta boltanum til hans Óttars. Hann ætlaði að taka við af mér.